Í þessari kynningu ætla ég að fjalla þær breytingar sem áttu sér stað á orlofskafla kjarasamninga. Nýlega tóku gildi lög sem banna mismunun á grundvelli aldurs og þess vegna þurfti að breyta ákvæðum kjarasamninga aldurstengingu orlofsréttar. Orlofsrétti var breytt með þeim hætti að framvegis munu allir félagsmenn bandalagsins eiga rétt til 30 orlofsdaga. Nýundirritaðir kjarasamningar hafa þó að geyma mismunandi dagsetningu gildistöku og hefst ávinnsla 30 launaðra orlofsdaga allra félagsmanna því á mismunandi dagsetningum. Hingað til hefur fjöldi orlofsdaga farið eftir aldri starfsmanna. Þeir sem eru yngri en 30 ára fá 24 orlofsdaga, þeir sem eru aldrinum 30 ára til og með 37 ára fá 27 orlofsdaga og þeir sem eru 38 ára eldri fá 30 daga. Kjarasamningar aðildarfélaga BSRB við Samband íslenskra sveitarfélaga eru með gildistöku frá 1. janúar 2020 og frá þeim degi tók gildi breytt ávinnsla verði kjarasamningur samþykktur. Ávinnslan hófst þannig 1. janúar sem þýðir að sumarið 2021 verða allir með 30 daga launað orlof. Kjarasamningur aðildarfélaga BSRB við ríkið og Reykjavíkurborg er með gildistöku frá 1. apríl 2019 en breytt ávinnsla orlofs hefst þó ekki fyrir 1. maí 2020. Sumarið 2020 munu starfsmenn sveitarfélaga annarra en Reykjavíkurborgar eiga rétt á 30 orlofsdögum en þar sem ávinnslan breyttist síðustu áramót munu þeir sem eru yngri en 30 ára eiga rétt á 26 launuðum orlofsdögum, þeir sem eru aldrinum 30 til og með 37 ára eiga rétt á 28 launuðum orlofsdögum en eldri starfsmenn fá áfram 30 launaða orlofsdaga. Sumarið 2020 verður orlof óbreytt frá því sem verið yfir hingað til hjá starfsmönnum ríkisins. Frá og með sumarinu 2021 munu allir starfsmenn ríkisins fá 30 orlofsdaga. Starfsmaður á rétt á að fá alltaf 30 daga orlof og þar af 15 daga samfellda á sumarorlofstímabilinu sem telst vera frá 1. maí til 15. september. Sé orlofið að hluti þess tekin utan sumarorlofstímabilsins að skriflegri beiðni yfirmanns lengist sá hluti orlofsins 25%. Það er því heimilt að taka orlof utan hins skilgreinda sumarorlofstímabils en lenging fæst eingöngu í þeim tilfellum þegar skrifleg beiðni yfirmanns liggur fyrir. Orlofsuppbót á samningstímanum verður frá 50.000 krónum til 53.000 krónur og hækkar þannig 1.000 krónur milli ára. Samkvæmt lögum orlof er óheimilt að flytja orlof á milli ára. Hins vegar er heimilt að flytja orlof til næsta árs samkvæmt kjarasamningum við ríkið og Reykjavíkurborg ef starfsmaður gat ekki tekið orlof vegna skriflegrar beiðni yfirmanns. Eftir sem áður verður starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga heimilt að geyma orlof 1 ár ef þeir voru veikir á orlofstímabilinu eða í fæðingar- og foreldraorlofi. Orlof er til þess að tryggja hvíld og endurheimt starfsmanna. Þess vegna er stór áfangi að allir munu framvegis eiga rétt á 30 orlofsdögum og að tryggt sé að þeir taki orlofið innan orlofsársins.